Komið sæl, ég ætla að kynna fyrir ykkur forrit sem heitir Comic Life og svona teiknimyndaforrit til að gera teiknimyndasögur. Og það nýtt það á margan hátt, mjög skemmtilegt forrit. Fyrst ætla ég að opna myndasögur sem ég gerði í gær, sem svona sýnishorn til að sýna ykkur hvernig hægt að nota þetta meðal annars. Ég notaði myndir úr ferð sem ég fór til Feneyja síðastliðið sumar. Og ég valdi mér svona skemmtilegan bakgrunn, svona ferðalaga bakgrunn, skipt haus á þessu, maður getur leikið svolítið mikið með þetta, sett inn alls kyns stjörnur og tákn og merki. Til hliðar eru template eða layout, sem sagt hvernig þú vilt láta síðuna líta út, hvort þú vilt hafa þetta svona svolítið á skakk og skjön eins og ég valdi, eða jafnvel bara svona slétt og fellt. Svo getur þú sett inn alls kyns texta og fínheit bæði svona myndateksta í römmum. Þú getur fært til og breytt og bætt, eða svona bara lausa utan við. Svo getur þú ráðið hvort að myndir eru svona beinar og fínar eða hvort þú vilt hafa það svona hallandi. Skemmtileg hljóð sem fylgja þessu. Örvar og alls kyns tákn getur líka valið til þess að benda á hluti á myndunum. Síðan eru talblöður sem sjá neðan við. Hugsunarblöður og talblöður eru eitt og annað. Og svo eru táknin eða hólf segi fyrir myndateksta og fyrir myndir. Og svo sem getur sett inn alls kyns upprópanir og svona. Setti til dæmis inn þannig tákn. En þetta bara svona lítið dæmi hvernig þetta nota þetta. Ég ætla að búa núna til eina teiknimyndasögu og nota myndir sem ég tók líka í sumar í það. Þá byrjaði ég að fara í File og New, ég ætla að segja New from Template Chooser. Þá get ég valið með bakgrunn. Annars kemur þetta bara svona blankó. Ég ætla að velja bakgrunn sem heitir Road Trip. Til dæmis. Síðast Feneyja myndin með bakgrunni World Travels. Tvísmelli ég bara það sem ég vel. Og nú þetta bara svona, algjörlega í textinu inni bara eitthvað bull til að sýna hvernig textin getur litið út, hvernig getur verið. Ég að hugsa að svo til hliðar eru myndirnar sem þú getur valið og þú fer bara, hann býður upp á að velja þér albúm í tölvunni, í myndasafniðin í tölvunni. Til þess að nota. Ég bara með alla myndirnar undir, þannig að þetta óhemju fjöldi af mjög á myndum þegar ég get notað í þetta. Og ég ætla að tína bara inn myndir úr ferðalaginu mínu svona héðan og þaðan. Og ég sem láta bara heita þá tvísmelli, ég ætla til þess að skipta hausa á þessu. Þetta heita bara ferðasumarið 2012. Og smelli til hliðar og þá dettur þetta inn. Fyrsta myndin sem ég tók í Frakklandi í sumar. Síðan önnur af baðströndum og fínheitum. Þið sjá ég dreif þetta bara inn og þetta smellur inn í því form sem til staðar eru. Inn á baðströnd. Nú langar mig að stækka þessa láta sjást meira af henni. Þá smelli ég á ramman sjálfan. Þá fæ ég stundum þar maður smella svolítið oft og svona til þess að detta inn hjá manni, það ekki alltaf Þegar ég stækka ramman, þetta passa betur utan myndina. Svona. Þessi myndateksti, maður fara niður, færa þetta svona inn. Ég ætla að eyða þessum texta, þá ýti ég bara á backtakkan. Og segi ég Toulon í Frakklandi. Ég ætla að stækka þetta svo sem ég betur að lesa þetta, þá vel ég textan og fer svo upp fyrir þar sem þið sjáið að það er að velja bæði aðra leturgerð og svo stærðir. Ég ætla að fara alveg upp í 24. Og nú þetta svo svolítið hallandi. Ég get ráðið því alveg hvernig ég hallaði þessu. Svona. Ég ætla að hafa þessa mynd yfir þessari Þá þau eru uppi, front eða back, ég ætla að smella á front, þá sjáðu því að hún kemur fram fyrir. Stendur name, trip, destination, date, ég ætla
að henda þessu hérna út bara. Allir saman. Hérna en ekki hafa svona mikla textar inn á. Þá er ég búin með fyrstu blaðsíðuna. Ég ætla að láta þetta bara duga. Ég ætla að halla þessa hérna aðeins öðruvísi. Að halla í svona rammanum. Og svo verð ég að velja myndin á eftir. Þá á hann að koma. Hérna já, sjáu þið er hérna rammanum til myndina. Og þetta er með, hún fer ekki með rammanum. Og ætla ég að velja með næstu blaðsíðu. Og mér langar að hafa fleiri myndir inn á. Ég ætla að velja hérna. Kannski þessa hérna. Þá verð ég að passa það að á síðunni hjá mér er þetta síðan sem ég verið að klára. Smelli hérna new page. Þá kemur hannu neðan við. En ég rúla hérna upp á þessa og hérna, ég hef hana inn á þegar ég vel næsta bakgrunn. Og þá tek ég í það með músinni og dreg þetta og sleppi. Þið sjáu þá að þessi hérna. Hún kemur hérna bara fyrir neðan. Svo vel ég með fleiri myndir. Hérna er mynd frá hérna Toskana héraði á Ítalíu. Þið sjáu nú sérst bara frekar lítið af. Mér langar að sjá svolítið meira af vínberjunum. Ég myndi vilja sína með þetta. Nú er ég bara með ramman. Það er stundum svolítið stæla, maður er svolítið tíma að stilla. Nei, myndin er líklega bara svona stór. Þið sjáu að hún er ekkert mikið stærri og er þetta svolítið hérna fyrir ofan. Það myndi vilja leyfa mér að stundum svolítið þrjóska þessu og vill svolítið stjórna manni. Þannig að það er ágætt að vera búin að stækka ramman og svona áður maður setja myndin. Ég ætla að eyða þessum hérna og stækka hana hérna í staðinn. Svona. Eyða þessum myndateksta. Hérna ætla ég að setja bara þessa hérna mynd sem er líka tekin upp í Toskana. Og síðan kemur hér önnur. Býsna fín. Og hérna ætla að hafa þessu svona breiðari, bara hérna hot. Hérna er eina mynd svolítið fallega sem snýr svona öðruvísi. Svona, svo get ég fært hana svolítið til meðan ég er með hana að valda. Svona. Síðan ætla ég að henda þessum hérna texta út og ég ætla að fá mér svona svolítið stærri, þetta aðeins ofar. Ég ætla að setja, fá mér hérna þessu lettering og þá skrifa ég Toskana á Ítalíu. Það er eitt sem við þurfum að passa okkur þegar við veljum okkur hérna fontinn, textagerðina, að sumir textarnir eru ekki með íslenska stafi. Það er ekki alveg sama hvaða stafagerð við veljum. Þessi hérna Glassjaw er ágætt því það er, í henni eru íslenski stafi líka. Hérna líka svolítið fallið, svona svolítið ítölsk. Og svona lítur þetta út. Ég get skipt lit á þessu. Sjáu þið, ég tekt út tvo til eins og mér sýnist. Ég stækka þetta líka svolítið. Nei, ég stækka þetta bara með að toga þetta til og frá. Toskana á Ítalíu. Ef ég vil skipta lit á þessu, þá fyrir ég hérna í fill, hérna uppi. Þar get ég valið allskyns hellingar hlutum sem ég get valið úr. Það getur endalaust ekki endalaust tíma bara til dæmis bara að dunda sig við þetta. Ég ætla að velja mér hérna, hafa þetta. Svona. Toskana á Ítalíu. Hérna er hugsunarblaðra. Og ég er svona að nota hana. En sjá að þetta kemur svona svolítið skakt, þannig að ég eyði henni og sæki mér nýja. Þá held ég í með músinni, dreg þetta upp þannig að ég vil hafa hana. Og hérna kemur hún. Og tvísmellið fyrir textan
og ég segi það eyða fyrst því sem fyrir hér myndi ég vilja eiga heima. Hér myndi ég vilja eiga heima. Þetta svolítið lítið, litli stafir, þannig ég ætla að stækka þetta svona. Síðan vel ég textan inn í með tvísmell á hann. Ég ætla að hafa þetta hérna 14. Sjá þetta ennþá stórt. Svona. Þá þetta komið, ég ætla að færa hann aðeins niður hérna. Þetta alltaf smekksatrið hvernig maður raður blaðsíðurnar. Svona. Síðan ætla ég að gera eina síðu enn. Munið þið hvernig við gerðum. Förum í New Page. Og ef ég hef þessa hérna blaðsíðu á, sæki mér hérna template, held í og dreg yfir á, þá kemur auð á milli. Þá færir hún þetta yfir á næstu síðu. Færir þetta alltaf yfir á næstu síðu. Þannig ég þarf að eyða þessari hérna síðu, smelli ég á hana, og þá er ég hérna í File, Edit, Delete Page. Og hún spyr hvort ég sé viss ég vil eyða henni og ég segi á Delete. Þá sjáum við að það konum bara með þess að hérna sem fyrir voru. Hérna get ég valið hvort ég vil hafa bara hvítan bakgrunn eða hvort ég vil hafa áfram það sem ég valdi í upphafi. Og það er svona ýmis ég vil skoða þetta betur, zoom in hérna, zoom out. Hérna ég vil tengja þetta, senda þetta beint á Facebook eða senda þetta í e-mail eða svona þegar þú búið með þetta. Hérna hvort þú vilt hafa stafina stærri eða minni, svona. Þú getur gert það svona í staðinn fyrir eins og ég gerði áðan að velja letri og fara hérna í stakka þetta. Hérna getur þú feitletrað og hérna skáletrað undirstrikað. Hérna velur þú hvort þú vilt hafa textan í miðjunni eða til hliðar. Þetta eru bara sömu fítusöfnir og kant úr Wordinu. Þetta var þægilegt. Ég ætla að halda áfram að klára þetta hérna. Ég ætla að gera hérna, setja hérna nokkra myndir sem ég tók í kannski bara Rómarborg. Hérna er með eina aflanga og þið sjáu að formin er öll svona í hina áttina, þannig að ég ætla að velja hérna þessa og henda þessu og ég ætla að stækka þetta, lengja þetta svona aðeins til hliðar. Núna er pláss hérna fyrir myndina sem ég hafði hugsað þetta. Nú er hún komin þarna. Síðan ætla ég að setja hérna þessa, einhverju sölubás. Hérna niðri, ætla ég að setja þessi, ég ætla að stækka hana svolítið fyrst. Svona stórum sem ég vil að sjáist vel. Það komið hérna. Og ég man ekki augnablikið hvað brúin heitir, þannig að ég ætla að sleppa þessu hérna. Það er gaman að geta sagt frá hvað hann heiti. Hérna á ég pláss fyrir eina litla. Ég finna mér hérna einhverju sem ég langar að hafa með. Það er til dæmis bara hérna Colosseum, hérna svona klassíska. Kannski þessu hérna bara. Kemur hérna mynd af Colosseum. Og það sem að, alltaf þessi hérna áttina. Og ramman líka. Svona. Það passa sko ef ég stakka ramman að þá stakka myndina. Og sjáu það kemur bara svona lágt undir. Það passa svolítið vel á því. Henda þessu, eða ég var að láta hann segja kannski hérna. Ég ætla að láta kallinn segja. Það er bara svona. Og hann segir, mikið er þetta fallegur fugl. Og ég ætla aðeins aðtöku hvort að þetta sé ekki alveg rétt hjá mér. Þá súma ég aðeins inn hérna. Mikið er þetta fallegur fugl, segir hann. Þetta setja upp upprunamerkið eftir. Svona. Svona getum við breytt löguna og svo allavega svo. Svona. Það er náttúrulega stakkamunni við gátum gert það með að fara hérna í byggar. Og byggar. Svona.
Þetta svona veski í miklu úrvali. Ég ætla að henda þessum, ég langar ekki að hafa einhverja hugsun hér. Síðan Colosseum og hérna undir einhvers staðar á blaðsíðunni þarf ég að setja í Rómarborg. Ég að setja núna bara svona í myndatexta. Hérna fer með þetta með mér hingað upp. Og tvísmelli, það segi ég í Rómarborg. Þetta vil ég hafa svolítið stærra. Þannig að ég fer hérna í byggar. Hérna sjáum við að ramminn stækka með þessu. En ég vil hafa þetta svona í einu lagi. Svona pínlítið. Svona. Ég að láta þetta duga. Núna í byrjun að sjá að hérna auðsíða fyrir neðan sem ég vil ekki hafa með. Zoom out. Og þá förum við í File muni, Edit og Delete Page. Og Delete. Núna ég búin að sýna ykkur svona alveg grunn þættina í að vinna með Comic Sans. Möguleikarnir eru ennþá fleiri. Við förum hérna upp í tækjastikurnar. Hérna hvernig við eigum að vista þetta og flytja þetta út og allavega. Eyða og líma og klippa og hérna setjum við inn, hvernig setjum við blank page eða duplicate page. Getum við tvöfaldar síðuna, getum 2 eins. Hérna getum við leikið okkur með leturgerð og fleira sem í forritinu sjálfu. Hérna raðum við hvort við setjum fram eða fyrir framan eða aftan. Það sama hérna, það hérna niðri líka sko, front og back. Þannig hérna svona ýmsið þetta er mjög svipað bara þið hafið verið að vinna með í Word og fleiru, svipaðar skipanir. Núna ætla ég að vista þetta, þá smelli ég hérna á File og Save As, því ég hef ekki vistað þetta áður. Og þetta hér vistað sem Comic Live Document, ég ætla Rómarborg. Vistað þetta hérna sem Comic Live Document, og þetta fer bara í skjölinn hjá mér. Nú ef ég senda þetta beint á Facebook síðuna mína, þá get ég smellt hérna á Facebook eða senda einhverjum í tölvupósti, þá fer ég hérna í e-mail. Prenta þetta út, allar skipunar á skjánum. En ef ég vil flytja þetta út, gera hérna PDF-skjal úr þessu kannski, eða flytja þetta inn í myndasafnið mitt, eða Facebook, þetta hérna ýmislegt sem hérna í boði. Ég ætla að export to PDF, ég ætla að gera hérna PDF-skjal úr þessu. Það er mjög gott að eiga svoleiðis líka. Og núna er hann að vinna í því. Og þá er þetta komið. Ég ætla að láta þetta duga Comic Live. Vonaði að hafið lært eitthvað að þessu getið notfært ykkur þetta. Takk fyrir.